Áfram höldum við með smjörið í föstudagsþættinum á N4. Nú ætlum við að heyra í veitingahúsa eigandi. Hún komin til mín, Heiðdís Pétursdóttir. Velkomin. Takk. Þú þarft nú að telja upp veitingastaðina sem þú og maðurinn þinn eigi. Já, það Röpp 23. Já. Og svo Sushi Corner, Bautinn og Pizzasmiðjan. Þetta eru 4 staðir í sömu götunni. Já. Þetta er svolítið magna. Já, þetta hagkvæmt. Maður fer að hugsa Matador einhvern veginn. Nú með ég upp á hótel, nei. Já, einmitt. Nei, ég bara, þetta er búið. Þetta er búið. Þetta er rosa mikið. En hvernig, nú eru náttúrulega ansi skrýtnar aðstæður í gangi í samfélaginu. Hvernig kemur þetta við ykkur, ef við förum aðeins yfir það fyrst? Já, það náttúrulega bara mikið hrun, eða þannig, það bara fækkar og fækkar fólkinu sem kemur inn á staðinn að borða. En þá náttúrulega bara reynir maður að snúa vörn í sókn og við erum búin að bjóða upp á heimsendingu sem að gengur vel og vex dag frá degi. Var bara að byrja í hvað, fyrradag? Á mánudaginn. Já, mánudaginn. Já. Og þetta er svona bara, alltaf stigvaxandi þar og fólk er líka mikið að koma að ná sér í matinn í take-away. Það er frábært. Þetta er svo mikilvægt að fólk hætti ekki einhvern veginn að láta hjóla atvinnulífsins ganga. Þú veist, veitingastæðir þurfa náttúrulega að kunna og eins og allir hinir. Eins og allir hinir. Þetta er náttúrulega áhrif víða. Og væntanlega erlendum ferðamönnum snarfækkað í bænum? Já, þeim hefur fækkað en maður samt, ég hissa hvað ennþá mikið af þeim, þannig. Við erum, og sérstaklega í síðustu viku, þá var ennþá talsvert af erlendum að koma inn. Hvernig er svona kúnnahópurinn ykkar? Er þetta svona 50-50 Íslendingar útlendingar eða er þetta allt öðruvísi hlutfall? Það er eftir hvað staður þetta tala. Sko á Röppinu þá erum við mikið með Íslendinga, mjög mikið, en auðvitað líka útlendinga inn á milli, svona, og sérstaklega á sumrin. Á Bautanum yfir sumarmánuðina, þá er þetta rosalega mikið erlendir gestir. Þetta er á svo góðan stað einhvern veginn. Já, og búið að festa sig svo í sessi einhvern veginn gegnum árin sem svona einhver, held ég, túristastaður, sko. Og svo er það Verksmiðjan og Sushi Corner, er það svona? Pizzasmiðjan. Pizzasmiðjan, segi ég? Hvað sagði ég? Verksmiðjan. Það er annar veitingastaður sem heitir það? Já, skulum ekki rugla sér saman. Pizzasmiðjan, það er ár síðan við opnuðum hana. Og hún fór mjög vel af stað og það er svona, ég minna yfir sumarmánuð að slæðast útlendingar þarna inn líka. Og það er að sama með Corner en þetta er svona, við höfum alltaf í gegnum þessa staði okkar að við erum alltaf að einblína á heimamanninn, auglýsa þetta fyrir heimamanninn og Íslendingana. Hitt svo bara kemur. Svo kemur hitt bara. Það er náttúrulega engin auglýsing betur en að sú að fá bara gott umtal og ánægju heimamannana. Sem að segja leiðbeinum ferðamönnum hvert er ég að fara. En þessi heimsending, hún er alltaf skemmtileg. Segðu okkur aðeins, þetta er svona eins og þið segja á enskunni win-win. Já, við semst ákvaðum að fara í heimsendingu, að reyna að fá fólk til að versla meiri mat og gerum þetta í samstarfi við Káa. Þannig við rukkum 800 krónur fyrir ferðina, heimsendinguna, sem að rennur óskiptir Káa og Káa er sérst komin inn í þetta með okkur og keyrir matinn heim til fólks. Þannig að þú ert að styrkja gott málefni í leiðinni. Þetta er sniðugt. Þetta er útsjónarsemi og líka góðverk í rauninni. Þannig er það að styrkja íþróttafélagið. Þetta er góð hugmynd. Þurftu þið að breyta miklu í sambandi við þetta take-away eða voruð þið að afgreiða take-away frá öllum þessum stöðum eða? Nei, ekki rauninni frá Röpp, ekki nema á Sushi sem er þar. En við hefum verið með take-away niður á Corner, tilbúinu bakka og náttúrulega pizzunar á smiðunni. Og svo hefur alltaf verið smá í take-away á Bautanum. En það er náttúrulega bara búið að aukast mikið. Hvað er fólk svona helst að panta sér heim? Er það mjög misjafnt? Sushi. Það er sushi, það er ekki flókið. Það eru margir sem nýta sér sushi pizzuna núna upp á Röpp, því að hún er ekki, venjulega er hún ekki, við seljum hana ekki take-away. Nei, en á þessum... En núna ákvaðum við að gera undantekningu og hún er mjög vinsæl. Fordæmalausu aðstæðum, þá er sushi pizzan. Sushi pizzan, já. Þú getur fengið hana heim. En hvernig svona er útlitið? Hvernig, ég meina, þetta hlýtur að vera alveg svart og hvítt, sko, fyrir og eftir koronaveiru, sko, aðsóknin. Já, þetta er náttúrulega bara, hrun, eða þannig, ég meina það enda. En er þetta eitthvað sem að þið bara sjáu fyrir ykkur að þið þurfa að þreyja þorran og góðuna og svo bara... Já, algjörlega, sko. Og við náttúrulega erum bara búin að hagræða, við erum búin að samína staði. Já, þið lokuðu. Við lokuðum Sushi Corner og færum take-away af Corner upp á Röpp. Við lokuðum salnum á pizzasmiðunni og afgreiðum pizzunar í gegnum Bautann. En þetta snýst allt hagræðingu og einmitt þrauka
þrauka þorrann og góuna og bara að vera bjartsýnn á sumarið og haustið og vonandi verið næsti vetur betri veðurfarslega séð en þessi vetur. Það hefur líka sett strik í reikninginn. Það hefur sett nefnilega líka strik í reikninginn. Það eru allar þessar gulu viðvaranir og allir þessi skólafrí sem hefur alltaf verið mikið að gera. Þá hafa komið vond veður og engir komið í bæinn og þannig að þetta er svona... Búið að vera töff vetur. Þetta er búin að vera töff vetur, já. En sjáið þið fyrir ykkur einhverjar breyttar áherslur svo þegar þessu líkur öllu saman eða haldið þið bara ykkar strikkið? Er þið með eitthvað svona allskyns sviðsmyndir? Er þið búin að teikna upp mismunandi sviðsmyndir svona? Nei, það bara fer örugglega allt bara fellir í sama ljúfa farið og staðarnir bara að halda áfram eins og þetta var, sko. Hafið þurft að fækka starfsfólki? Það er náttúrulega, já, við þurfum að gera það. Þetta er náttúrulega bara... Svo tímabundið? Já, við erum náttúrulega bara í þessum með rosalega mikið af skólafólki í hlutastarfi helgar og svona. En við erum ekki að fækka... Ekki fastráðum? Nei. Og þá eru náttúrulega komin líka úrræði sem kannski ættir að nýta sér með þessi minnkaða starfshlutfall sem væntanlega kemur sér vel fyrir veitingastaði og hótel og aðra. Já, við erum bara að vinna í því að finna út úr þessu. Finna út úr því. Já, þetta er bara heilmikið að lesa í gegn og rekna og gera sem best úr þessu. Já, þetta eru sérstakir tímar. En gott að heyra það er ennþá hægt að fá sér gott að borða og fá það sent heim að dyrum. En þeir eru líka bara með fólk kemur og sækir, það er líka alveg. Já, og það er rosalega mikið að fólk komi og sækir. Það er mjög mikið. Og svo megið taka 20 manns inn? Eða hvað? Já, eða þá 18 ef þú ert með 2 þjóna í salnum. Já, þú þarft að reikna með þjónunum líka þetta. Já, fólkinu sem er í rýminu. Það er hérna, En sennilega er fólk bara núna mikið heima hjá sér að við ætlum bara forðast allt og alla. Já, það er svona, alltaf einhver smá reytingur, en hérna, svo með bara sjá hvað heldur fólk geta út. Það fara ekki út úr húsi. Það er svona, Þetta eru áhugaverðir tímar. Takk fyrir að koma og segja okkur frá þessu, Heiðdís. Og þegar bara, ef maður vill núna bara fara á netið og panta sér, er það þá eitthvað ein heimasíða eða margar eða hringir maður bara? Já, þú getur hringt, annarkvort niður á Bauta eða upp á Röpp. En svo erum við með heimasíðu sem heitir K6 Veitingar. K6 Veitingar, það er svona yfir öll? Það er yfir öll, en svo er líka hægt að fara bara inn á pizzasmiða.is, bautin.is. sushikonni.is og röpp23.is. Þetta er allt þarna. Já, þetta ætti ekki að vefjast fyrir neinum að finna okkur. Ok, takk hella fyrir að koma og segja okkur frá þessu og gangi ykkur vel. Takk. Og nú ætlum við að fá tónlistaratriði, svona í miðjum þætti til tilbreytingar. Og það er hún Kristjana okkar Arngrímsdóttir úr Svarfaðardal sem ætlar að flytja eigið lag við texta Lenu Gunnlaugsdóttur. Ég hitti þig, gjörðu þið svo vel.